Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu á Samstöðinni. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru góðir félagar mínir Sigurjón Magnús Egilsson, sæl og blessaður. Sæl. Og Margrét Lilja. Marja Lilja heiti ég. Ég meina það. Ég ætti að vita það. Eftir allan okkar tíma saman. Einmitt. Er það, Sigurjón, það kemur fyrir líka að þú ert með röngnöfn og svona. Já, ég ætti að gera þetta. Þeir eru hansi hugleikinn önnur Margrét. Já, þú meinar. Sem var í fréttum. Þannig að fyrirgefið. Já. Það er alltaf gott að fá yfirbót í uppæðin. En við ætlum að kynna efni þáttarins núna eftir skamma stund, kæru áhorfendur og hlustendur, en fyrst ætlum við svona kannski að ræða svona það helsta sem að fólk er að spjalla Eigum að byrja á því sem er á milli tannan á fólki og varðar efnistök Ríkisútvarpsins í gær. Taka viðtal og birta við banakonu föður hennar. Margréti Löf. Hvað er það sem er ekkert að talað glæpinn, það er bara að talað hvernig hún sér sig og sína framtíð, mjög björt og hún er æðisleg manneskja og eitthvað og maður spyr sig tilganginn. Hvað finnst ykkur? Ef þetta var hluti af einhverju seríu sem að þau ætla að fara í fangamál og ástæður og velta upp steinum í heimilisofbeldi og öldrunarofbeldi eða geðsjúkdómi eða hvað það sem er. Þá kannski er þetta svona réttlætanlegt en mér fannst þetta skrítið. Ég var hissa af því að þetta hefur ekki tíðkast í blaðamennsku að Það rifjast fyrir mér að það kom eins og til mín maður sem hafði gerst sekur og var búinn að taka út sína refsingu og hann vildi bjóða mér að viðtala við sig. Já. Og þá sem hann var raunlega réttlæta glæpinn Þannig að ég kom ekki til greina Nei, en að þú segir þetta Sigurjón, það kom fram í Kastljósinu í gær að siðareglur fréttamanna Ríkisútvarpsins eru þannig núna að það má ekki ræða við dæmdan afbrotamann, hún er reyndar í miður ferli, Landsréttur á eftir að taka afstöðu til málsins, hún Margrét, en það kom fram hjá Þóru, fréttakoninni sem umræðir, Tómasdóttur, að siðareglur fréttamanna Ríkisútvarpsins meinuðu þeim að leyfa fólki að koma hljóðnumannum eða í mynd og ræða glæpinn sem þau hefðu verið dæmt fyrir, en það mætti ræða, en þess vegna væri viðtal hennar á allt öðrum nótum og það var sem sagt að það kom að engu leyti inn á glæpinn. En af hverju hefur ekki séð þetta í öðrum málum? Af hverju endilega þessi? Já, þetta er þetta ekki hluti af einhverju svona bara tilraunastarfsemi hjá Ríkisútvarpinu sem við erum að verða vitni að núna í seinni tíð. Það sem að maður svona aðeins staldrar við af því að einu sinni áratugum saman var Ríkisútvarpið eiginlega íhaldsamasti og varfærnasti fjölmiðill landsins. Kannski að góðri ástæðu. Trausti þess. Er það ekki? Það var alltaf. Alltaf, það er engin möguleika að velta þeim sessi. En ég bara man ekki eftir að hafa talað við dæmdan afbrotamann. Ég man eftir einu viðtali sem ég tók við móður dæmdra afbrotamanna, móður tveggja manna sem eru þekktir glæpamenn og þetta var mjög átaklegt viðtal þar sem hún talaði uppvöxtinn og hvað hefði verið erfitt og þeir voru teknir heimilinu og þetta var svona önnur sýn á þessa margdæmdu menn en þetta viðtal var aldrei birt vegna þess að það þótti ekki viðeigandi svona með tilliti til siðareglna að einhvern veginn reyna að fegra þeirra hlut. Það er Það er nefnilega svo mörg siðferðislega álitamál í þessu líka skilaboðin að kannski finnst einhverjum ég aðeins og siðavandur núna en ég bara velta samt fyrir mér ef það er einhverju óstöðir einstaklingar við internetið og þeir eru að fylgjast með svona og það kemur allt inn bara eitthvað glansmynd af henni. Var þetta þannig? Já, hún er bara að tala hvað hún sé frábær þessi Margrét og hvað hún sé góð manneskja og hvað hún ætli sér mikla hluti í framtíðinni hún elski foreldra sína og allt það og
sko, þeir sem eru óstöðir fyrir af því að það er svo erfitt að finna tilgangin, þeir getur hugsað, ok, ég bara drepi mann og svo bara kemst í útvarpsviðtal og svo sitt ég inn í nokkur ár og hérna kem bara og læt draumina rætast. Ég ekki að segja að það æfið marga, en mér finnst þetta bara svona eitt stag, bara svona ein vangavelta mörgum sem kom upp í hugan, bara skilaboðin. Það er rauninni, já, ég veit ekki, ég bara, og við öll mjög forvitin fólk. Og það er mjög forvitnilegt að vita því að þetta var mjög stórt mál, þetta þykir hryllilegt og sláandi svona hvað henni gekk til og ég skil alveg hugsun Þóru þannig á bakvið, sko, hún hefur bara verið virkilega forvitin þessa mannesku eins og við erum völ flest en svo er spurningin, sko, hvað ætla þau að gera með þetta? Ætlum við að fara og skoða, sko, geðsjúkdóma og fanga geðfatlanir og ætlum við að skoða hún samkvæmt því sem ég lesa á internetinu hún þykir augljóslega metin sakhæf en samt með, sko, eitthvað geðmat. Já, það eru óþægilega margar spurningar. Af því þið eruð að leggja ykkar gömlu mál á borðið, þá man ég eftir að ég ræddi einu sinni við ungan afbrotamann sem hafði banað stjúpföður sínum nokkrum mánuðum eftir þann harmleik og það voru engar siðareglur sem bönnuðu mér að ræða við hann en auðvitað editeraði maður viðtalið mjög sterkt og þráðurinn sem var sterkur í því var iðrun og hann mundi ekki eftir glæpnum, sko, hafði verið einhver í vímu og þá fannst okkur á þeim fjölmiðli sem ég starfaði á, fjölmiðli ritstjórn, að þetta ætti erindi við almenning í einhverju mynd en það náttúrulega líka bara að editera þetta rosalega mikið alla jafna. Ég sakna það svolítið að sjá svona það vantar eitthvað botn í þetta. Við þurfum eitthvað svona, hvað eigum að fá út úr þessu? Að vita það að henni líður svona í samtali við eitthvað blaðamann en hvað, þú veist, hver er heildarmyndin? Heldur að skipti máli, Marja Lilja, af því að ég horfði mér til ánægju á samtali ykkar Einars Steingrímssonar í gærkvöld. Ég veit ekki hvort ég getum sagt feministi, andfeministi en það var gott spjall. Heldur við getum sagt eitthvað það að ef Margrét væri kall eða strákur á samaldri einhverja líkur á að við hefðum það verið minni líkur á að þetta viðtalið hefði verið tekið? Ég meina það, karlar eru helstu gerandir í morð- og ofbeldismálum, heimilisofbeldismálum og sitja inni fyrir það vel, flestir fanga fyrir þess að eru dæmdir eru kallar. Ég hef aldrei séð viðlíka viðtal við karl. Þetta er eitthvað nýtt, sko. Þetta er eitthvað nýtt. Ég nú, sko, þetta er komin 40 ár sem að búin að vera í þessu og ég var lengi, á tímabili var ég í löggufréttum og svo dómsmálum, satt mörg réttarhöldir og svona. Ég man aldrei eftir því að maður tæki viðtal við talar sko, sem banað annari mannesku, sko. Þetta er svolítið mikið, sko. Ríkisútvarpið svo sannarlega augra okkur þessa dagana og milli þess að manni finnst ástæði til að spyrja einhverja spurninga svona tilraunastarfsemi, þá bara hrósa ég því á ýmsalund, þeir eru átt frábæra spretti líka en það verður áhugavert að sjá hvort það einhver snúningur á þessu, hvort það einhver stefnubreiting komin til að vera á fréttastofunni eða við getum allavega hvart þetta gamaldags varfærna ríkisútvarp. Ég meina Ástulófumálið var svona dæmi skúpgreddu, vera fyrstur með fréttina og ríkisútvarpið hegðaði sér að mörgu leyti eins og engamiðill, ágengur engamiðill. Þann tíma sem ég var á ríkisútvarpinu fór svo aftur bara láglaunar en það var mjög gaman og ég nýbyrjaði þarna, ég kom að pressunni sem var sko umdeildast í fjölmiðlandsins og inn á fréttastofu RÚV sko og svo þannig að það er eitthvað banaslýs og Kári Jónasson fréttastjóri beðið mig að athuga með nöfnin á hjón sem fórust eitthvað sko og ég kem strax með þau og það sagði, nú hvað varstu fljótur? Já, hvað fyrst þetta? Það segi, þetta í mokkonum, þannig að þetta vitlaust af þeim. Ef þetta vitlaust af þeim, sko, að þú þá líka vera með vitlaust. Veist, nei, við vinnum þetta.
Við verðum að setja sko vinnun okkar í þetta, ekkert svona hér sko. Og þetta svona var RÚV sko. Já, ég hoppaði beint á DFF yfir á Ríkisútvarpið, það var heilmikil breyting á vinnubröð. En eigum við að ræða eitthvað sem kannski svolítið skemmtilegt að Vísir flutta því frétt í dag að það væru dágóða líkur á því að Bjarni Guðjónsson knattspyrnu hetja yrði í öðru sæti hjá sjálfstæðismönnum í borginni og það fyrsta sem hann dettur í hug andsvar við Pétri Martins hjá Samfylkingunni, annarri knattspyrnu. Ég vil þá sko geta þess að það eiga báðið sameiginlegt eftir að hafa verið atvinnumenn út í heimi að þeir enduðu fyrirli sín í KR. Báðir. Það eru káringar. Þeir eru vinir. Þannig að þú ætlar að kjósa að báða. Þú ætlar að kjósa að báða. Þannig að ég myndi, sko þetta taktist hjá Samfylkingunni, nei, hjá Sjálfstæðisflokknum sem sagt að þarna eru þau búin að krækja sér í svona samstarf eftir kosningar. Byggja brú. Já, þú ert komið svona lágt. Já, ég er bara búið að mynda nýja borgarmeirihluta. Ég hafði ekki séð þetta. Þetta áhugavert sko. En eru þessar borgarstjórnar kosningar að snúast bara upp í einhvern íþróttafarsa eða? Svo Brynjar og Harry Níelsson, hann valsari. Já, hann valsari. Og hann með þess að á sunnudaginn þá var hann spurður út í hvort hann væri sér að Friðriksmaður. Já, hvað sagði hann? Já, alveg bara eindreginn. Alveg bara góðmenni fram í fíngúum og hann var reyndar ungur sko þegar að sér að Friðrik lést en hann talaði mjög vel hann og þarna bara hér manna sem mjög ósáttur við að styttan hafi verið fjarlægð og eins líka sko minningamerkið sem var á Valsheimilinu. Kapellan líka. Svo er það með kapellu sem heitir sér að Friðriks kapella, ég held að ég búið að skipta nafna henni, ég veit ekki. En þetta mál, sér að Friðrik bara, það lifir. Þið voruð aðeins að ræða þetta þú Einar, sko, hvenær við höldum að eitthvað sé og mikilvæg þess að vita það. Já. Þetta er svona dans, sko, þú veist, getur maður haft skoðun á einhverju sem að maður kannski veit ekki 100%. Nei. Þetta er flókið. Þetta er flókið, já. Svo eru 4 ár liðin í dag frá innrás Rússa í Úkraínu. Já. Hvað gengur korkinni ykkur? Nei, Kristrún hitti Zelenski. Já, mér finnst þetta alveg ömurlegt, sko, að Rússar gefa bara í og Rússar vilja meina að Bretar hafi sendt kjarnorkuvopn til Úkraínu. Já, Keir Starmer þvertekur fyrir þetta en þetta er svona, þannig að hún er áþreifanleg allan heim þessi spenna. Það er svo óþægilegt í þessu að við vitum öll innst inni að ef Evrópuríkin væri ekki að kaupa olíu og gas að Rússum þá hefði viðbragðið orðið annað en það hefur orðið líka. Er það ekki augljóst? Jú, ég sá það. Ég sá það. En mér bara, við erum að horfa á myndir, sko, eitthvað svona, það er svo vont, sko. Já, og það sem að mér þykir verst í þessu er þáttaka okkar í vopnakaupunum, af því að ég meina þú, can't fight fire with fire, eins og sagt á rönsku, að þú ert ekkert að fara að, það sigrar engin stríð. Og þetta einhvern veginn að þessi ákvörðun sem tekið var að henda einhverjum fleiri 20 milljarða í vopnakaup fyrir Úkraínu menn bætir ekkert. Nei, sko. Ég er sammála því að okkar peningar eiga að fara í það sem við erum góð í. Uppbyggingu innviða og bara mat og rafmagn og Pavel Bartosek, formaður utanríkismálanefndar Alþingis, hann skrifa fína grein í Morgan í morgun, svo við þurfum ekki endur að sammála honum, en hann skrifa fína grein og hann einmitt að þessu tilefni 4 á leiðin og hann sko, hann að meina það að það sem að þeir þurfi mennast til að geta varið landið sitt, það séu vopn, þeir verða að svara og þannig að og hann segir sko svo líka að sko, með höfðatölu það var Danir styrt Úkraínu 10-falda sem við höfum gert.
sko með höfðatölu sko. Og þetta er hérna, ég ekkert að segja þessi samanlónum, hann bara með þess að sjónamitt að það þurfi hérna, þau eiga í þessu og þá sé þessi alveg að kalla þetta bara Rússlandsskatt. En Dan lítur á sig sem mjög berskjalda að þeir eru tiltölulega stutt frá og hérna margir vilja meina að við þurfum ekki að hafa svona áhyggjur vegna okkar legu lengst norður í Atlantshafi og þú veist, það eru óbúslega mörg sjónarmið sem að Já, en við erum bara bara þjóð meðal þjóða við séum við myndum ef að því verðum afskeft ef við erum fyrir einhver svona ónæðir Já, en við vorum aldrei okkur ansi skýtt ef aðra þjóður skýtti sér ekki En við vorum aldrei þjóða meðal þjóða það eina, við vorum bara svona friðardófa sem að stundum hérna náða vekja eftirtekt og jafnvel verið í forsvari en við höfum alltaf verið hendstefnu þjóð við Íslendingar og skákaði skjólið þess hver fá við erum og einangruð og allt það Já, en við höfum ekki verið að gera meira en við höfum þurft til þessa En það getur nú reynda breyst Ef þeir tímar eru komnir að við þurfum að gera þá er það bara þannig og það var ég las nú í einhverjum svona bandarískum svona herfréttamiðli helgina að vegna þeirra stöðu sem kominir upp á milli Írans og Bandaríkjanna og vegna þess að Bretar hafi hafnað því að leyfa Bandaríkjunum að vera með skotpalla á breskum herstöðum þá hafi komið til greina að skjóta flugunum héðan Þannig að það eru svona langdrægar flaugar sem munu þá koma til með að fara frá Keflavík og sprengja Íran. Og þetta er eitthvað svona sem að við getum bara ekki verið sammála eða þú veist við hljótum að þetta er hryllilegt. Þannig að ég held að við þurfum einhvern veginn, við erum með þessa ríkisstjórn sem að virðist vera svo ofboðslega svona, hvað ég var að segja, svona mikið pick-me í einhverju svona stórkallaleik að þær eru bara tilbúnar að leggja alltaf veði. Kristrún Frostadóttir lýsti okkur í viðtali fyrir einhverju síðan af einhverjum NATO-fundunum sem fljótandi herstöð flugmóðurskipi mitt, og þannig að mann er farið að þykja þetta ansi óþægilegt. Það eru komin önnur orð til notkunar. Pavel, hann segir framlög Íslendinga á þessum tíma jafngilda því 6.000 krónur á mann á ári. Það er nokkurn veginn 2 hlöllabátar með Gosi. Já, en mætti ég frekar bara eyða mínum 6.000 krónum í bara, ég veit ekki, svöng börn í Úkraínu eða eitthvað? Nei, við erum búin að gera helling, við erum búin að kaupa rafstöðar og fyrir. Ég held að, einmitt, en það er auðvitað eitthvað sem vantar. Ég algjörlega múti að Þessi umræðu okkar er til marks að við erum óviss það hvar mörkin liggja líka. Og ef við byrjum að þenja okkur í eina átt, hvar endar það ásaf framvegis. En aumingja Úkraínu fólki, ég fór nú að landamærum Póllands og Úkraínu rétt eftir innrásina fyrir 4 árum með Sigtryggi Ara. Við fórum 2, hann sem ljósmyndari fyrir Fréttablaðið og ég sem blaðamaður og það er einhvern mesta vinnutörn sem ég hef komist í að má segja við bara verið á ferðalagi og vinnandi einhverja 3-4 sólarhringa alveg á þess að sofa og það sem að situr eftir hjá mér það eru börnin og konurnar sem voru að fara yfir landamærin og voru búin að hafa stuð í hellum til að lifa af einhverjar loftarósir og svona og hafa svipurinn á börnunum og konunum og það var eiginlega tilfinningaleysið það var þetta frost sem var í andlitunum áfall sem að hafiði slögt á andlitunum og ég gleymi því aldrei að vera þarna við landamærin taka móti þessu fólki eftir þeirra raunir og það var annað sem ég gleymi aldrei það var maður á 70-aldri held ég, businessmaður úkraínskur sem hafði verið með velmegandi fyrirtæki í Ástralíu hann fór til Póllands til þess að fara bara aftur þaðan yfir landamærin til þess að berjast í Úkraínu hernum af því að hann ætlaði að deyja fyrir land sitt á vígvellinum frekar en að halda bara áfram að reka sinn business í Ástralíu og þetta þá komst maður náttúrulega miklu nær þessu heldur en við erum hér og það fyndið að við fyrir strax að ræða íslenska hlutskiptið og það er náttúrulega eðlilegt því þannig erum við en ef maður er komin svona alveg inn í hjarta vígvallarins þá
þá breytist heimsmyndin ansi mikið. En það hefur líka ansi mikið breyst á þessum 4 árum sko við héldum að þetta, annarkvort héldum við að Rússland myndi bara taka Úkraínu á einu korteri eða þá að yrði... En þeir vilja ekki Úkraínu. Það líka það sem að Rússar hafa verið mjög duglegir að segja. Þeir vilja ekki allar Úkraínu. Þeir vilja bara hluta sem að þeir telja að tilheyri sér og margir sem að jafnvel búa því svo að þeir gera. Þannig að þetta mjög erfið staða. Já, þetta náttúrulega ótrúlega fleitir á þessu. En eigum við þá að vinda okkur að deginum í dag og okkar dagskrá? Já, ég ætla að enda þáttinn á spjalli við Þorstein Sigurlaugsson. Hann heimspekingur og ákveðin sérfræðingur í gervigreind. Og við ætlum að ræða samfélagsbreytingar sem eru náttúrulega þegar hafnar og verða óhjákvæmilegar mjög miklar. Hann nú sjálfur á þeirri línu að gefa dystopíunni og eyðileggingu alheimsins bara séns. Þannig að þótt hann hafi jafnvel unnið við það að kenna og með fyrirtæki hvernig gervigreindin geti nýst okkur, þá hann er ekki svarthvítur, hann með báðar sviðsmyndir og mér finnst alltaf gaman að spjalla við fólk sem að sér líka háskan í gervigreindinni og hans spá róttækum samfélagsbreytingu sem þegar eru hafnar því að það til ákveðin tegunda námi núna sem í mjög mikill kreppu eins og forritun bara í háskólum eins og hún hefur verið kennd. Það orðið mjög erfitt að sjá það að það svið verði ekki eiginlega alveg undirlagt. Það auðvitað líka vegna þess að það svo hröð þróun. Að skólarnir hafi rauninni ekki undan að endurmennta kennarana sína. Já, einmitt. Nú á undan Þorsteini ætlar þú að gera hvað, María Lilja? Heyrðu, ég ætla að ræða við hann Kjartan Orra Þórsson sem miðausturlandafræðingur og sérfræðingur í málefnum Írans. Við ætlum að tala aðeins Íran og við ætlum að spyrja spurningar sem að mér hefur persónulega þótt svo litið vanta í alla fjölmiðla. Nú ég búin að liggja yfir íslensku fjölmiðlunum og reyna að finna fréttir stöðuna sem mjög alvarleg. Í bandarískum fréttum mikið fjallað Íran og þá stöðu sem blasir við í rauninni því að Trump búinn að hlaða í byssurnar. Og hann búinn að senda út stærsta flugmóðurskipið, þau eru öll farin að raða sér, það ganga hótanir svona á báða bóa og það bendir allt til þess að núna bara á næstu sólarhringum þá munu þeir ráðast í einhverjar aðgerðir sem eiga þá að beinast að svona vopnageymslum og öðru og ef að Íranir láta ekki segjast og klerkastjórnin fer ekki frá þá munu þeir hefja allsherjar innrás og þetta stórmál. Já, einmitt. Sem við vitum allt og lítið þannig að það er fróðlegt að hlusta á þetta. Við erum alltaf verið í kvöld, við veitum mikið þetta í kvöld. Er það ekki tilgangurinn með þessum störfum okkar? Maður vil vita meira kvöldi dags sem maður er búin að fylgjast með þessi þegar það að gera. Vita meira í daginn í gær. Já, og það væri nú kannski ekki gott að koma því að við fáum oft bréf frá hlustundum og áhörendum og það alltaf gaman en ábendingar efni sem að fólk þykir það ekki vita nóg eða langar að fræðast betur við tökum alltaf vel í svoleiðis. Þið langar að fylla pósthólfið, þú ert komið nýtt netfang. Já, Marja @samstöðin. Ég ætla svo að ræða þar á undan við Dr. Þórótt Bjarnason, félagsfræðing. Þið kannist nú við hann væntanlega. Hann hefur svolítið verið að setja byggðir landsins á oddinn og rannsakað svona, hann er alltaf að segja okkur einhverja fréttir á landsbyggðunum sem við annars fáum ekki. Hann er búin að vera mjög duglegur að greina alls konar strauma þar og hann segir það mitt í viðtalinu sem verður flutt í núna eftir að þegar hann var ráðinn sem prófessor við Háskólann á Akureyri sem það var ný stofnun þá var þetta bara svona eins og risastór Akur byggðamálin höfðu lítið sem ekkert verið rannsökuð og hann er búin að vera duglegur að varpa ljósi á alls konar hluti. Hann segir að það sé svona einhver bábilja og góðsögn tilfinning sem sé alröng að landsbyggðunum líði eitthvað illa. Þeim líður sumpart bara betur en okkur hér á höfuðborgarsvæðinu í flestu tilliti og erum við ekki öll þeirra skoðunar að það væri æskilegt að við myndum dreifa okkur meira á landið þótt ekki verið nema að minnka aðeins umferðina og byggðina eftir því að komast á milli staða á höfuðborgarsvæðinu. Þórður hann upphafsmaður því að segja landsbyggðirnar í fleirtölu.
Hann allavega í hópi þeirra fyrstu, já. Nei, ég held að heldur hann sé alfyrstur? Heldur hann sé alfyrstur? Já. Og þetta alveg... Ég talaði mikið við hann þegar ég var hérna með Sprengisand á bylginni. Einmitt. Og þá kom ég flirtulu bara fyrir sko. Af því að hann bendir á að þetta eru svo ólík svæði. Já, einmitt sko. Og þess vegna svo astanlegt þegar við tölum bara landsbyggðina. Þetta ekki eitt mengi sko. Nei, en við ræðum líka tæknibreytingar og gervigrindina eins og við Þorstein Sigurðsson. Nú, svo kemur hann Gísli Tryggvason, lögmaður, vinur samstöðvarinnar. Hann hér alltaf með að jafna á 2 vikna fresti að ræða lagaleg álitamál, þetta svona lítið lagahotn og í dag þá ræðum við meðal annars réttar heimspeki og við ræðum mál Margrétar Löf og hérna setjum það inn í ákveðið samhengi og svo ræðum við líka hérna rektora skiptin á Bifröst, þá sögu við ræðum hvort það hafi verið tilefni til þess að hluti nemenda við Háskóla Íslands lýsir vantrausti á Silju Báru vegna þess að skráningargjald hækkar og svona bæði ég segi nú ekki léttmál en svona það er mismikill þungi í umræðinni og alltaf gaman að fá Gísla, hann er náttúrulega mjög flottan feril að baki, talsmaður neytenda og fyrrum og svona. Já, og svo er hann með málflutningsmaður í öðrum löndum líka, sko. Já, Fróður, sonur Tryggva Gíslasonar, skólameistara á Menntaskólans á Akureyri. Og hérna Sigurjón, þú ætlar svo að hefja þáttinn á hverju? Já, það er svona svolítið, sko, ekki ný hugmynd en það er gott að fá hana fram. Það er hérna Gunnar Sölvason. Hann er með þá hugmynd að hér verði bara eitt sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu. Það eru 7 sveitafélag, steypaðum bara saman í eitt og þannig eru sem sagt 7 bæjarstjórar og við erum búin að sjá á fréttum í dag hvað launin eru mikil og það verður bara 30 borgarfulltrúi og eitt svæði og þá er sko allt öðruvísi samnýting á tækjum og flera og tæknimentuðu fólki og hann reiknar þetta að svona trúverður reikningur hjá honum að það er alveg örugglega milljarður á ári. Já. Mjög svolítið að halda áfram þessu umræðu. Já, þetta er skemmtilegt. Að þú nefndir ofurlaunin, það er fyrirsögn á frétt á Samstöðinni í dag, Sturlun að Heiða sé með 3 milljónir á mánuði og þar er vísað til borgarstjórans okkar og Sólveig Anna Jónsdóttir, hún segir bara að þetta skrið sem hafi orðið í stjórnsýslunni og hjá þessum eru hæssettir hérna, þetta sé ígildi Sturlunar og hérna þetta er hálaun og hún segir svo er fólk undrandi á því að ekkert gangi að hemja launaskrið og ná niður verðbólgu þetta er ágæta punktur í henni sko. Þeir sem að vinna á færiböndunum og í bónus og svona sko. Hvað myndið þið gera fyrir 3 milljónir á mánuði? Hvað myndið þið gera? Já. Ég myndi ekki reyna að stofna einhvern sjóð fyrir börnin mín, námsjóð eitthvað þannig. Já. Það er úr með öll ferðalöngun, þannig að ég myndi ekki fara að ferðast. Já, ég veit ekki, ég hugsa að ég myndi bara gera eitthvað að bölva vitleysu. Leiða þér það? Já, ég væri... Þú verður að mæta í vinnuna. Já, svo þurfti ég náttúrulega að mæta í vinnuna. Ég myndi bara mæta kannski halva mánuð. Já, ég myndi alveg komast upp með 1,5. Já, einmitt. Nei, þetta eru hálaun. Já, það er rosalega sko. Það sem pirrar mig svo, það er að þetta er svo tvískipt umræð. Við erum annars vegar með viðskiptaráð og eitthvað fólk sem hatar ríkið og eða opinbera og svo hins vegar hérna opinberu sem að alltaf segja að það með ekki stugga við neinu, það með ekki ræða veikindarétt og það með ekki ræða eitt neitt, þetta eigi bara alltaf vera eins og það hefur verið. En á sama tíma þá veit maður hlutskipti til dæmis opinbera starfsmanna er mjög ólíkt, það eru til neðri lög sem að hafa það nú ekkert allt og gott en það er bara svo stór hluti orðin millistjórnenda og í efra lagi sem er með brjálæðislega laun og þau eru líka með þau eru líka með hlunundin sem að ríkisstarfsmenn höfðu áður en þeir voru með lægri laun en á einkamarkaði, bæði belti og axlabönd og þegar við heyrum bara í þessum 2 fylkingum þá er sennilega sannleikurinn eða veruleikin eða kjarnimálsins, hann er einhverstaðar þarna mitt á milli. Það er eiginlega enginn sem að færa að tala hvort vekja í einu. Nei.
Var þetta einblásinn ræða? Já, þetta var mjög einblásinn. Ég hef enga þekkingu til það, sko. Nei, einmitt. En samt hefur nú svona talsmenn opinberra starfsmanna verið að mótmæla því sem að viðskiptaráð sagði með veikindadagana þeir gleymi einhverjum bryddum inn í þessu og vil ekki hlusta á það. Nei. En svona, ég ætla ekki að fara inn í þá umræðu án þess að vita. Nei, ég segi með þér, en það er sannlega umræða sem að mér finnst að þetta að fara fram. Já, þau erum að reyna að ná ásunum hérna. Já, ná utanum hana, sko. Á þessu samtali. Já, pólunum. Við reynum það reyndar alla daga. Já. Jú, svo eru dagar, sko gefur misvel við þekkjum það bara. Og flensan, helvítis flensan. Já. Þú hefur lagt þú ansi marga viðmælendur þessi miserinn. Ég býti ekki alltaf á í fyrsta. Nei, það og alveg rétt sem þú segir með fleiri svona fyrirhuguð hópsbjörn leysast upp og breytast í það að maður tala bara um einhvern einn. Maður ætla að fá 3 eða 4. Stundi gerist það. Já, það gerist. En bara á meðan við höldum áfram að gera okkar besta, og við þakkum náttúrulega líka fyrir þetta lof sem við fáum fyrir það sem við erum að gera. Heldur betur. Það er svolítið gaman. Já, það er mjög gaman. Af því að við erum ekki með 3 milljónir á mánuði. Nei, alls ekki. Alls ekki. En kæra þakkir, Sigurjón Magnús, María Lilja. Já, þakka fyrir. Ekki Margrét Lilja. Nei. Og kæra þakkir til ykkar sem styðið okkur, kæru hlustendur og áhorfendur. Við höldum áfram að búa til efni fyrir þig. Margar leiðir til þess að styrkja okkur óbeint eins og deila efni okkar. Og fyrir það sem ekki vita, við erum í útvarpinu 89,1, það eru margir sem hlusta á okkur en horfa ekki bara á okkur og alltaf gott að minna á vefslóðuna samstöðin.is síðuna sem að ég var að lesa frétt upp úr, við erum líka búum stundu til fréttir og skrifum þær og við deilum efni okkar, þáttum og svona þegar við munum eftir og höfum tíma þannig að endilega heimsækið vefslóðuna samstöðin.is og ef þið skrollið niður þá er þar áskriftarnappurinn. Þar getið þið styrt okkur fyrir 2.750 krónur á mánuði litlar og ég sagði sögu frá því í gær að ein kona sem ég hitti, hún styrkir okkur fjórfalt, hún borgar 10.000 krónur hverju mánuði bara því að henni finnst að hún þurfa að gera það. En dagskráin hefst eftir andartak, nokkrar auglýsingar og svo telum við. Trú persónulegt samband hvers og eins við sinn Guð. Það eru nokkur atriði sem eru kjarni í trúnni fyrir mér. Það þakklæti, það auðmýkt, það miskunnsemi, það réttlæti og ekki síst kærleikur. Ég heiti Bogi Ágústsson, ég trú á minn hátt. Vantaði nýja flík? Komdu í skemmtilegasta fatamarkaðinn í borginni í Bólholti 6, fatamarkaður Vorsturnunar, opinn frá 1 til 4, laugardaga og sunnudaga. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.